Komið öll sæl, gaman að sjá okkur hér í dag. Ég tek undir, ég rosa gladur að standa hérna í dag fyrir þess að þetta verkefni búið að vera í undirbúningi lengur heldur en í þessi 2 ár. Við höfum fylgst með og verið að hugsa hvernig við ætlum að nálgast þetta og fórum svo af stað í vegferðina með Eflu og fleiri aðilum til þess að reyna að smíða tól sem aðstoðar okkur að takast á við framtíðina, við getum orðað það þannig. Fyrst bara, hvað er þetta Loki? Og það eins og Bergþóra sagði, það stendur fyrir lífsfærisgreining á kolefnisspor innviða og það ekkert annað heldur en bara verkfæri til þess að áætla kolefnisspor á samgöngumannvirkja á hönnunarstigi. Og af hverju á hönnunarstigi? Jú, við vitum að þar eru stærstu tækifærin til þess að hafa áhrif á heildar kolefnisspor mannvirkisins. Það bara strax á hönnunarstigi. Og ég muni segja þetta nokkru sinnum, samræmir aðferðafræði, þannig að það eiginlega hitt sem svo mikilvægt ef við ætlum að fara í aðgerðir sem skil einhverju og meta áhrifin á þeim, að þá þurfum við að meta allt með sama hætti. Og ég segja stundum að það skiptir kannski minna máli hvort það sé vill í reikninum eins lengi að það kerfisvilla, þannig að þá getum við alltaf borið saman og inn á milli, en það náttúrulega engar villur í reikninum eins og Magnús fyrir inn og eftir. Þetta þó hjálpar okkur að meta valkosti eða horfa á valkosti í framkvæmd út frá kolefnisspori en líka bera saman á milli framkvæmda. Þannig að við séum alltaf að bera saman epli og epli og ekki epli og appelsínur. Og hvað kolefnisreiknir? Jú, það áfram, þetta Ölfusárbrúin fyrsta á myndinni, þau voru að velta því fyrir ykkur. Það rauninni bara fínt orð yfir LCA-líkan sem áætlar þess að losun og gróðurhúsalofttegundum yfir líftíma mannvirkisins. Og við erum ekki alveg að grípa út úr lausu lofti vegna þess að það eru svipaðir reiknar í notkun á Norðurlöndunum og sumir hafa verið lengi, Svíþjóð hóf vegferðin 2016. Þannig við erum að nýta okkur þeirra reynslu líka til þess að smíða tól sem virkar fyrir okkur. Og það kannski mikilvægi hluturinn að hann heimfærður fyrir íslenskar aðstæður, þá með tilliti til aðflutningsleiða, losunarstuðla og okkar verkþáttum. Þannig að það mjög mikilvægt. Og af hverju eru að þessu? Það aftur, jú, það svo við getum með einhverjum nokkurn veginn gáfulegum hætti lagt mat á hvað við erum að gera. Og það lögðu upp með það að reiknirinn væri eins einfaldur í notkun og hægt væri til þess að hann væri auðvelt að nota hann og nota hann ef það verður einhver breytingar á hönnun og að hann næði yfir öll hönnunastigin hjá okkur. Þannig að alveg frá frumdrögum og þangað til komið í verkun. Og þá þetta bara óvissan meiri í frumdrægavinni alveg eins og í kostnaðaráætlun og öðru slíku, þannig að það bara meiri óvissa með tölur, en við getum lagt mat á valkostina bara strax og byrjaði að hugsa á þá að byrjaði að hanna. Og af hverju erum við að þessu til framtíðar, þá þetta náttúrulega grunnurinn til þess að meta, ef við ákveðum að fara í einhver aðgerðir, hvað sem það sementsminni, steypa eða aðlaga hönnuna til þess að lágmarka kolefnisspor, og þá getum við lagt mat á þær aðgerðir sem við förum í, þær að skila árangri og kannski sem ekki síður mikilvægt að þær að skila árangri miðað við kostnaðinn á bak við þær. Þannig að við veljum þá úr þá staði þar sem við höfum mest áhrif fyrir minnstan penning. Við getum orðað þannig. Hvar ætlum við að nota þetta hér? Jú, Loki verður hluti af hönnunarferli nýframkvæmda hjá okkur og það bara að vinna núna út árið að innleiða hann inn í okkar hönnunarstarsemi og skrifa hönnunarleiðbeiningar og hvernig hönnuðir nota hann, bæði innan hús og utan. Og svo einmitt aftur meta hvar þessu helstu tækifæri eru, hvar borgar sig að koma fyrst niður til þess að draga úr kolefnisspori. Og fyrsta skrefið að meta þær framkvæmdir sem á samgönguáætlun, það náttúrulega verkefnalistinn okkar fram í tímann og það eru stóru verkefnin sem við vinnum með og leggjum þannig inn til þess að við skilum árangri og vinnum í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar samdrátt í losun og
vistvænni mannvirki. Þetta fyrsta útgáfan sem kemur núna. Hún góð, en við vitum að þegar við förum að nota hana og þá munum koma athugasemdir og hugmyndir og við vitum hluti sem við viljum bæta inn í, eins og Bergþóra kom inn á, ná frekar yfir viðhald. Hafnaframkvæmdir eru annað sem kannski þyrfti að vera betur markeraðar inn í reikninum og svo líka hlutir eins og breyting á landnotkun sem við stefnum að koma inn á næstu árum í takt við það að losun vegna þeirra kemur beint undir ábyrgð Íslands. Svo þurfum við notandi til að hnýta saman, við erum að áætla, þessi reiknir áætlar losun á hönnastigi, þar á meðal framkvæmdarþáttinn og þá þurfum við að hnýta þetta saman, við þurfum að fylgjast með rauntölunum í framkvæmdinni sjálfri. Sem sagt, hver er losun verktakans og það er rauninni þá vinna sem fer líka af stað næsta vetur, hvernig við hnýtum þetta almennilega saman til þess að ná heildstæðum árangri. Og svo við horfum aðeins lengra fram í tíman, við munum náttúrulega fá töluvert mikið af gögnum okkar hönnun og kolefnisspor á okkar mannvirkjum og hvernig við vinnum, þá getum við í kjölfarið þróað hámarksspor á framkvæmdir eins og brýr og annað til þess að hvetja þá til þess að hönnuðir og aðrir horfi til þess að þáttar þeir eru að gera samgöngumannvirki. Og svo getum við fara að leika okkur með hluti eins og kolefnisverð, þannig að setja verðgildi á losun á CO2 og sjá hvernig það kemur inn í kostnaðaráætlun og það er líka í takt við heildarstefnuna hjá ríkisstjórninni, en það er svona meira framtíðar langtíma music. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra og ég nota á þessa tilvitnun frá mannvinninum og lífskúnsnörum Dolly Parton. If you don't like the road you're walking, start paving another one, sem útfærist nokkurn veginn svona, ef þið líkar ekki vegurinn sem þeir á, skaltu leggja nýtt slitlag. Og ég nota þetta út af því að ég er ekki að segja að við séum óánægð með vegferðina sem við erum á, það er ekki það sem ég er að segja. Heldur er það að við þurfum stundum að taka skref til þess að breyta þess því hvernig við hugsum og hvernig við vinnum og þetta er kannski ekki slitlagið á græna veginn sem við erum að leggja núna, heldur meira burðarlag. Takk fyrir mig.